Óeirðir brutust út á mótmælafundi við Alþingishúsið í dag. Hópur mótmælenda lét reiði sína í garð stjórnvalda og auðmanna bitna á lögreglunni og sörgaði Alþingishúsið með eggjum, skyri og ávöxtum. Sólveig Bergmann. Talið að 4.000 manns hafi mætt til mótmælafundarins, langflestir mótmæltu friðsamlega og hlýddu á hvatningaræður. Klukkan 3:30 tók mótmælastæðan óvænta átt þegar að mótmæli færðust í hann frá Austurvelli og yfir að Alþingisgarðinu þegar 2 ungir byltingarsinnar tóku upp á því að festa bónusfánan við hún á Alþingi Íslendinga. Bónusfáninn blakti ekki lengi við hún. Annar þeirra sem prílað hafði upp á þakið að kringlu þinghússins komst örugglega niður og var færður í lögreglubíl. 2 lögreglumenn voru þá eftir við húsið, þeir fjarlægðu stigann svo hinn pilturinn satt fastur og bað að fá að komast niður. Það að lögregla varð ekki strax við bóninni kallaði fram reiði áhorfenda sem tróðu sér leið, þrifu stigann af lögreglu og sóttu pilt. Lögregla fekk liðsauka og kom til stimpinga sem voru tíma óhugnanlegar en börn voru viðstödd og nánast lokið af í inngangi Alþingisgarðsins. Formlegum mótmælafundi lauk klukkan 4 en hópur fólks tók sér þá stöðu fyrir framan dyr Alþingishússins og annar hópur tók til við að kasta matvælum á húsinu. Geir Jón Þórisson yfirlögregluþjónn varð af einhverjum ástæðum hálfgerðingur auðmanna og stjórnvalda og var ásamt öðrum lögreglumönnum ausinn skömmum og svívirðingum. Nú fólk verið að kasta eggjum í Alþingishúsið, það ásættanlegt? Nei, það ekkert ásættanlegt. Þið eru ekki að handtaka neitt? Nei, við sjáum ekki ástæðu til þess að fara að stefna í fjölda handtökur og það alltaf mikil aðgerð í þessu sambandi. Þannig að ef fólki sér farið uppfylltar hvatir sínar og líður betur með þetta, þá vorum við líklega bara að þola það. Ég að mótmæla þessu rugli bara. Ég bara ósáttur við stjórnina hérna á Íslandi. Ég veit ekkert hvað er hægt að gera. Ég veit ekki hver væri hentugur í að taka við, en ég vil bara fá Norðmennin yfir okkur eða eitthvað. Hér unga kynslóðin farin að kasta eggjum og appelsínum í Alþingishúsið. Já, sorglegt. Skilur það? Já, það mikil reiði í þjóðfélaginu. Ég skil að fólk sé reitt og vilji sýna það. Mótmælendur grýttu eggjum og tómutum í Alþingishúsið í dag þegar fjölmennasti mótmælafundurinn til þessa var haldinn á Austurvelli. Einkennisfáni Bónus var dreginn að húnni á Alþingishúsinu og til riskinga kom milli lögreglu og mótmælenda í garðinum bak við Alþingi. Þessi fundur hófst hér með friðsamlegum hætti á Austurvelli rétt eins og mótmælaaðgerðir hafa gert síðustu helgarnar en leystist síðan fljótlega upp í mótmælaaðgerðir hér við Alþingishúsið. Og eins og við sjáið þá það orðið þakið eggjum og tómutum sem hefur verið hent í húsið á undanförnum mínútum. Mótmælafundurinn hófst með nokkuð hefðbundnum hætti á Austurvelli klukkan 3 í dag, en þarna voru hins vegar mun fleiri en áður eða á 4.000 manns. Það má segja að tónninn fyrir það sem á eftir kom hafi verið sleginn með táknrænni aðgerð hóps mótorhjólamanna sem létu duglega heyra í sér á gangstéttinni fyrir framan Alþingishúsið. Eftir þetta hófst dagskráin með ávarpi Harðar Torfasonar sem hefur skipulagt þessa fundi. Hann bað fólk að sýna stillingu. Við megum ekki koma hér og skapa upp þótt fólk að kveiki fánum og fleira því að þessu eru fréttamenn að sækjast eftir. En það gekk hins vegar ekki eftir. Fljótlega var ljóst að þessi fundur yrði ekki eins og þeir sem áður hafa verið haldnir. Og þegar lögreglumenn komu í bakgarð Alþingishússins þar sem maðurinn hafi farið upp á þakið, kom þar til riskinga þegar ná átti manninum niður. Fjöldi mótmælenda hafði þá safnast þar saman og á götunni fyrir utan og gerði hrópað lögreglu. Fánaberinn var síðan handtekinn. Upp úr þessu var stemningin harkalegri fyrir framan Alþingishúsið. Stór hópur fólks safnaðist þar saman, hrópaði slagorð og grýtti eggjum, tómutum og skýrdósum í húsið. Viðbúnaður lögreglu var talsverður í miðbænum í dag. Já, það var nú eitthvað verið að gefa það í skinn að við ættum von á þessu. Og ég svo sem ekki óvanir því, þetta hefur nú gerst áður. En ég vildi ekki trúa því að mótmæli færi í þessu áttina. Mér finnst það bara eitt besta mál. Því fleiri ræðu því betra. Hvað með eggin? Það er komið tími til, fólk eru reitt. Mér finnst þetta mjög góð mótmæli, hressandi mótmæli. Og gott að þau virðast vera að fara, virðast stigmagnast á hverjum laugardegi.
Fólk er reitt. Fólk er reitt.